Já, það var ýmislegt sem mér langaði svona til að deila með ykkur hérna. Og meðal annars, maður opnar ekki sjónvarpið eða hlustar ekki útvarpið. Þau eru svona að heyra að það sé allt á hvolfi í heiminum. En, vitið þið það? Ég ætla að sleppa því, því að þið vitið það er allt á hvolfi í þessum heimi. En mér langar að lesa fyrir ykkur sögu sem að ég algjörlega fjall fyrir og deilinni hérna með ykkur. Þegar hún stóð fyrir framan bekkinn sinn í 5. bekk, strax fyrsta skóladaginn, sagði hún börnunum ósannindi. Eins og flesti kennarar leit hún á nemendur sína og sagðist elska þá alla eins. Það var hins vegar ómögulegt, því þarna í fremstu röð, hnípinn í sæti sínu, var lítill drengur að nafni Teddy Stoddard. Frú Thompson hafði horft á Teddy ári áður og tekið eftir því að hann lék sér ekki vel við hin börnin. Fötin hans voru sóðaleg og að hann hefði þurft að fara mun oftar í bað. Þar að auki gat Teddy verið ódæll. Það kom að þeim tímapunkti að frú Thompson hafði í raun yndi að því að merkja blöðin hans með breiðum rauðum penna, gera feitletrað X og setja svo stórt F efst á blöðin hans. Í skólanum þar sem frú Thompson kendi var henni gert að skoða fyrri færslur hvers barns og hún frestaði Teddys þar til síðast. Þegar hún fór yfir skjöl hans kom það henni mjög á óvart hvað þar stóð. Kennari í 1. bekk Teddy skrifaði: Teddy er glaðvart barn með smitandi hlátur. Hann skilar verkefni sínu snyrtilega og hefur góða framkomu. Það er ánægilegt að vera í kringum hann. Kennari hans í 2. bekk skrifaði: Teddy er frábær nemandi, vel liðinn af bekkjarfélögum sínum, en hann er í vandræðum vegna þess að móðir hans er með banvænan sjúkdóm, krabbamein, og lífið heima hlýtur að vera barátta. Kennari hans í 3. bekk skrifaði: Dauði móður hans hefur verið honum þungbært. Hann reynir að gera sitt besta, en faðir hans sýnir ekki mikinn áhuga á heimilislíf hans, mun brátt hafa áhrif á hann ef ekki verður tekið á einhverjum þáttum. 4. bekkjarkennari Teddy skrifaði: Teddy fer aftur og sýnir ekki mikinn áhuga á skólanum. Hann á ekki marga vini og hann sefur stundum í tímum. Frú Thompson áttaði sig nú á vandamálinu og skammaðist sín fyrir sjálfa sig. Henni leið enn verð þegar nemendur hennar komu með gjafir til hennar, vafðar inn í fallegar slaufur og skæran pappír, nema Teddy. Gjöf hans var klaufalega vafin inn í þungan, brúnan pappír sem hafði einu sinni haft það hlutverk að vera matvörupoki. Frú Thompson lagði sig fram við að opna hana í miðjum hinum gjöfunum. Nokkur barnanna fór að hlæja þegar hún fann armband sem einhver tímann hafði verið þakið fallegum steinum, en nú vantaði nokkra steina og flösku sem í var einungis 1/4 af ylvatni. En hún kæfði hlátur barnanna þegar hún hrópaði hve fallegt armbandi væri, setti það á sig og spreyjaði smá af ylvatninu á úlliðin sinn. Teddy Stoddard staldraði lengur við eftir skóla þennan dag, eða nógu lengi til að segja: Frú Thompson, í dag lyktaði þú eins og mamma mín var vön að lykta. Eftir að börnin fóru, grét hún í að minnstakosti klukkutíma. Þennan dag hætti hún að kenna lestur, skrift og reikning. Þess í stað fór hún að leggja áherslu á að kenna og vera með börnunum. Frú Thompson veitti Teddy sérstaklega athygli. Þegar hún hvatti hann, virtist hugur hans lifna við
og því meira sem hún hvatti hann, því meira örvaðist hugur hans. Í lok ársins var Teddy orðin eitt snjallasta barnið í bekknum og þrátt fyrir lygar hennar að hún myndi elska öll börnin eins, var Teddy eitt af hennar uppáhaldsbörnum. Árið síðar fann hún miða undir hurðinni sinni frá Teddy þar sem hann sagði henni að hún væri besti kennari sem hann hafði haft ævina. 6 ár liðu áður en hún fékk annan miða frá Teddy. Hann skrifaði síðan að hann hefði lokið menntaskóla, 3. hæst í bekknum sínum og hún væri enn besti kennari sem hann hefði haft í lífinu. 4 árum eftir það fékk hún annað bréf þar sem hann sagði að þótt hlutirnir hefðu stundum verið erfiðir, hefði hann haldið áfram í skólanum. Haldi fast við það og brátt útskrifast úr háskóla með hæsta heiðri. Hann fullvissaði frú Thompson að hún væri enn besti og uppáhaldskennari sem hann hefði haft ævina. Svo liðu 4 ár í viðbót og enn eitt bréfið kom. Í þetta skiptið útskýrði hann að eftir að hann hefði náð BS-gráðunni hefði hann ákveðið að ganga aðeins lengra. Í bréfinu var útskýrt að hún væri enn besti og uppáhaldskennari hans sem hann hefði haft. En nú var nafn hans aðeins lengra. Bréfið var undirritað Theodor F. Stoddard, læknir. Enn eitt bréfi kom vorið. Teddy sagðist hafa hitt þessa yndislegu stúlku og ætlaði að gifta sig. Hann útskýrði að faðir hans hefði dáið fyrir nokkrum árum og hann var að velta því fyrir sér hvort frú Thompson gæti samþykkt að sitja í brúðkaupinu á þeim stað sem venjulega var frátekinn fyrir móður brúðkaupans. Auðvitað gerði frú Thompson það og veistu hvað? Jú, einmitt. Hún var með arbandi sem vantaði nokkra steina í. Þar á ekki passaði hún upp á að vera með ylvatni sem myndi Teddy svo mikið á móður sína. Það voru fagnaði fundir. Þegar þau hittust og þau föðmuðu hvort annað og Dr. Stoddard hvíslaði í eyru frú Thompson, þakka þér fyrir frú Thompson fyrir að trúa á mig. Þakka þér kærlega fyrir að láta mér finnast ég vera mikilvægur og sýna mér að ég gæti skipt máli. Frú Thompson með tárin í augunum hvíslaði tilbaka. Hún sagði, Teddy, þú ert að misskilja þetta. Það varst þú sem kendi mér að ég gæti skipt máli. Ég vissi ekki hvernig ég ætti að kenna fyrir ég hitti þig. Elsku vinir, mér langar að skilja þessa fallegu sögu eftir hjá ykkur og bið þess að við göngum inn í þetta ár að gefa gætur að hvort öðru, að gefa gætur að náung okkar, hvar sem hann eða hvar sem hann að finna, að gefa gætur að fjölskyldu okkar og vinum og biðja Guð að hjálpa okkur að sjá aðra eins og hann sér okkur og muna það að hver og ein manneskja sem við hittum eða kynnumst mikilvæg í augum Guðs. Því hefur hann kallað þig til þess að breiða kærleika sinn hér út á jörð. Þetta sagan sem ég langaði að deila með ykkur í dag, vinir. Mér finnst svo hugljúf, svo falleg og góð áminning að við vitum aldrei hverjir að gangi í gegnum erfiða hluti og við skulum koma fram við fólk eins og það sé mikilvægt og gæta þess bara að þetta barn Guðs.